Hér er búið að opna Inkscape og við blasir notenda viðmáttið. Það er valseðill hérna efst með aðgengi að öllum skipunum. Hér vinstra megin er líka fullt af algengum skipunum. Stóra svæðið hérna er vinnusvæðið. Þetta er blaðið þar sem við teiknum á, ef svo má að orðið komast. Og svo eru skipanir hérna hægra megin líka. Ég ætla að breyta vinnusvæðinu dálítið. Ég ætla að fara hér í File og Document Properties. Þá fæ ég glugga þar sem ég get gert ýmsar breytingar á vinnusvæðinu. Þetta eru svona breytingar sem þarf ofta að gera þegar maður er að byrja að vinna í Inkscape. Ég get ákveðið hér í Default Units hvaða einingar ég er að nota, hvaða mæli einingar. Ég ætla að nota millimetra, af því að ég er að hugsa efni sem er notað á pappír. Ef ég væri að setja efni á VF þá myndi ég nota PX sem stendur fyrir pixla. Ég ætla að nota millimetra. Ég get valið pappírstærðina, A4 er sjálfgefið, ég geti haft það helmingi stærra ef ég vildi og velja A3. Ég geti haft það helmingi minna og valið þá A5, ennþá minna og haft það A5 eða skráði að byrja mínar eigin stærðir. En ég ætla núna að hafa bara A4. Hér get ég, hérna get ég ákveðið hvort að sniðið sé lóðrétt eða lárétt, það er að segja portrétt eða landscape. Ég ætla að hafa það lárétt, þannig ég haka hérna við landscape og takta eftir því hvernig vinnusvæðið breytist. Og loks ætla ég að benda á að það er að breyta bakgrunnslitnum hér í background color. Þá smelli ég hér á þetta og svo get ég bara búið til minn eigin lit. En ég ætla að hafa hvítan núna. Þannig að ég set alla litarásirnar í RGB-kerfinu í botn sem eru 255, 255 og 255. Svo loka ég bakgrunnslitnum og ég loka þessum glugga og hér er ég með vinnusvæðið. Það eru tvær flýtiskipanir sem er gott að huga. Þær eru að ef þú heldur niður í byrslani og hreyfir músina þá færir þú til vinnusvæðið. Ef þú heldur niður í kontrolltakkanum, CTRL sem er neðst í vinstra horninu á lyklaborðinu og nota svo skrunhjólið á músinni, þá getur þú stækkað og minnkað vinnusvæðið. Mjög gott að muna þessar flýtiskipanir, því að þetta eru flýtiskipanir sem eru mikið notaðar. Bílsláinn og hreyfa músina til að færa svæðið og þar með allt sem er á svæðinu. Kontrolltakkan og skrunhjólið til að stækka og minnka vinnusvæðið.